Ég hræddur það. Pingjan heilsar ykkur 8. september. Yngvi stútfullur af brúna gullinu frá túrin. Já. Ég hef aldrei séð hann svona víraðan. Geggjaður. Aldrei jafn geggjaður. Gott að heyra Lavazza með okkur að sjálfsögðu. Já. Við alveg nötrum hérna. Það engin stúrin frá túrin. Nei. Þið þekkið þetta. Nei, já. Voru við ekki konið með eitthvað fleiri? Jú. Eitthvað fleiri. Engin stúri frá túrin. Lavazza. Veitu hvað voru við með aftur? Það er allir að passa að drekka Lavazza. Allir að passa að drekka Lavazza, sko. En við þökkum þeim fyrir samstarfið. Herðu, svo er það vettvangur með okkur líka. Já. Yngvi, hugbúnaðar hús. Musterið. Þetta er þetta musteri. Hugbúnaðar musteri. Musteri. Já, ég rýbrandaði þannig einhvern veginn. En besti tíminn til að heyri þeim núna inn í haustið. Það kom allir úr sumafrí, geggjaðar hugmyndir, hitta yfirmanninn. Já. Svona 50-50, er hann að fara að reka mig eða á ég að koma með geggjaða hugmynd? Já. Og ef þú ert með geggjaða hugmynd, segðu þá við yfirmanninn, ég held að ættum bara að fá vettvang til að spekka þetta með okkur. Já. Og gera eitthvað gott. Ekki spurning, ekki vera að ráðast í þessar framkvæmdir einn á báti, sko. Nei. Það þarf einhver að hjálpa til við þetta og vettvangur er frábær vettvangur fyrir slíkt. Vettvangur góður að lausna, þau græja þetta með ykkur. Já, allur hugbúnaður, hvað sem ykkur dettur hug. Það er ekkert of flókið fyrir þá, en það er, þú veist, flest og flókið fyrir almenning, sko, já, í þessum efnum. Það er það. Þannig að það borgar sig að heyri þeim hjá vettvangi. Það er það. Herðu. Já, það er það. Sko, 8. september. Nú er svona, þú veist, nú er haustið að fara að kikka inn. Sumafríin svona almennt búinn. Launþeginn svo, hann er þreyttur. Hann er illa þreyttur. Já, þetta er svona, september held ég erfiðu mánuði fyrir launþegann, sko. Er einhver frídagur eða? Nei. Hvenær er næsti frídagur? Komdu með smá svona launþega pepp, við þurfum að peppa okkar fólk. Þurfum vel að tjekka á því. En þetta er svona, þú veist, launþeginn er að dagdrýma ennþá hérna sumarið, sko. Já, þarftu svo ekki að fara að vera með gott breakdown á jólunum eða? Hvernig verður það frílega sér? Jú, sko, það er engin frídagur í september. Næsti frídagur er, ætla að sé ekki bara, þetta er ekki 1. des, er það ekki frídagur eða? Ég þekki ekki. Nei, það er ekki opinber frídagur. Það er ekki. Ekki frekar heldur dagur íslenska tungu. Manstu hvernig það er? Já, er það ekki 16. nóvember? 16. nóvember, segur ertu. Já, ég man alltaf afi minn átti afmæli þarna 15. nóvember. Já. Sko, svo er það bara jólin. Það er alveg, sko. Þetta er erfitt, maður. Það er 3,5 mánaða keisla framöndan. Er það þessi? Já, ég veit ekki. En, herðu, þáttu dagsins, já við erum nú með smá svona tilkynningu, það er náttúrulega áskrift næsta þriðjudag. Já, ég var að ræða praktísk málefni. Já, praktísk málefni, hvar skráir fólk sig og... Já, þetta kemur bara ekki lengur inn á Spotify, held ég. Ekki nema að við hendum kannski einhverjum bútum, svona 5-10 minna klippum, bara til að minna á okkur. Já. Eða það er ekki ómikið vesen. Það eru sérst ársreikningaþættir, eða sérst þriðjudagsþættir. Ársreikningarnir er að byrja aftur, tökum smá peppa á þessu. Já, og við munum vera með Við erum með ársreininga og svona viðtöl til skiptis. Við munum koma til með að byrja á ársreiningunum allan á svona fyrstu vikunar. Svo munum við fá eitthvað fólki viðtal og... Já, hentu því inn. Þetta er svona bransalið. Já, en þetta er ársreiningarnir. They're back. Já. They're fucking back. They're back og það er að skrá sig inn á partus.is. Já, þið fara inn á partus.is, /pingjan og það er hægt að skrá sig. Hluti af samningaviðræðunum var að semja við Auðun okkar með einu enni. Hvenær kemst þetta á fucking Spotify. Já. Og hann lofaði, það er verið að fara að vinna í. Já. Fram að því, þá munum við sitja inn leiðbeiningar bæðin á partus.is, /pingjan og í Facebook-hóknum okkar Deep into Pingjan. Deep into Pingjan. Hvernig þið getið... Skráðu ykkur þar. Já, hvernig þið getið skráðu þetta inn á hérna, held ég sé ekki fara með náttmál F957 appið, það sé hægt að hlusta þar. Já. Með ykkar account. Einmitt. Fyrir þá sem að hlusta mikið á morgunútvarpið og þetta síðan í pingina, þá verður hægt að blanda þessu. Já. Svo er þetta RSS og þetta er mjög þægilegt. Það er fleiri þúsund áskrifenda þarna í gegn. Tók nú þátt í að skapa þetta skrifsli og sé eftir því enn þann dag. Dr. Frankenstein. Já. Hérna, við bara kynum virkilega að meta það að sjá stuðning. Já, þú veist, við erum illa peppaðir. Vonandi eru þið að peppuð að ásækningin koma aftur. Já, verður djús að þriðjudagum. Og gott að taka það fram líka, föstudagarnir verða auðvitað áfram fríir. Já. En áfram með auglýsendum. Svo við hendum inn fyrsta þætti næsta þriðjudag.
og ef við náum að taka upp á morgun eða einhvern tímann í næstu viku þá ætlum við að hendi neinum auka þætti. Já, að vera 2 þættir tilbúnir að öllum líkindum á þriðjudaginn. Og þessi þáttur, hann verður mjög sentimental. Ég mun gráta í þeim þætti. Þú náttúrulega, það var svona uppspretta þinnar hugmyndar af Pingjunni. Já, það var þegar ég var að segja frá þessum ásetning. Ég man ekki hvort það verður að segja þér eða einhverjum öðrum, örugglega ekki þér. Jú, við töluðum eigum að segja hvað þetta er. Nei, sko, hendum honum inn, þetta verður leynitháttur. Ég man vel eftir þessu og ég bara, já, ok. Já, þú veist, þetta er í kringum okkur öll. Já, því að þú varst að tala að þetta væri business hugmynd. Já, og þetta er ennþá business hugmynd hjá mér að fara í samkeppni við þetta. En við ætlum að henda þessu með. Þetta er lítið fyrirtæki sem er samt í daglegu lífi okkar eiginlega allra. Já, þetta er stórkostlega áhugavert. Já, þannig að við hendum því inn aukalega áskrift. Þú ert búin að greina það alveg í þaula. Get motherfucking prepared. Já. Það eru bombur framundan hjá Pingjunni, herði, en það er vissulega föstudagur í dag sem að kallar á föstudagskaffi og hann er nú sæmilega hlaðinn í dag. Já. Þú ert með okkar mann Buffet sem átti nú ammæli í vikunni. Heyrðu, ég er að sjá eitt. Já. Það er bara della, hann átti ammæli. Hann átti ammæli sko 30. ágúst. Þannig að við hefum með í síðustu viku. Já, ok. Það er stutt frá ammælinn hans. Eins og ég sagði hérna daginn, þá les ég oft öll newsletterum mín eða tölvupóstana mína. Já, viku seinna í rauninni. Já, viku seinna eða bara svona í góðu tómarúmi. Já. Þannig að ég ofpeppaðist og segi við þig, heyrðu, Buffet, 93 ára. 93 ára kallar. Gamli jálkurinn. Hvergi nærri hættur. Omaha, hundurinn. Coca-Cola Cherry, sko, svo er svelgurinn. Svo er hann hérna Munger, Charlie Munger. Hann er eldri, sko. Já, hann er 99 ára, sko. Já, það er svona eins og Jakob Birgis var að tala að fara til Omaha á næsta ári þegar hann verður þetta gamalt. Það er náttúrulega mögulega eitthvað, sko málið er, þegar þú skráði kæri hlustandi áskrift, þá ertu komin í Pingjubandalagið. Já. Hið raunverulega Pingjubandalag. Já. Og það er aldrei að vita nema við skoðum einhvers konar ferð til Omaha. Það væri rosalegt. Á Ársfund, Berkshire and Hathaway. Já, þannig að ég ætla bara að vera með Buffet í dag. Já. Og það er hægt að taka svo margar sögur á honum. Já. Ég ætla svona, hvað getur maður sagt, dreipa á því stærsta. Já, algjörlega, ég hlakka til að heyra. En það eru náttúrulega einhverja fréttir í vikunni og sennilega stærsta fréttin er að Kitty Kjelda er orðin fjármálastjóri Kóða. Má ég gefa eitt sjátt? Já, hvað er með það? Sorry, að það var að byrja nýr fréttamiðl, viðskipta. Já. Hluthafinn.is. Já. Langar að benda öllum á þetta er hann Þorsteinn Friðrik, er að hluthafi.is. Shit, nú glúraði þessu. Nei, það er hluthafinn. Já, ritstjórn Þorsteinn Friðrik Halldórsson. Já. Svona er hann stóra mín sem ég var að vinna hjá og hvað eru við með hann? Og skáfrændi minn. Hann var að hætta hjá Innherja og er einn besti viðskiptablaðamaður landsins. Hann er bara komin að staða solo. Hluthafinn.is, kíkja á það. Gott sjátt átt. Hvað átti að segja? Kitty Kjelda. Hann er orðin fjármálastjóri Kóða sem er móðurfélag Kjeldunar. Shit, þá nú fyrst verður okkur hent út, sko. Nei, við erum að fara það verður gefið í núna, sko. Já. En við óskum honum innilega til hamingju með það. Hjartanlega til hamingju með daginn, Kitty minn. Einn af okkur fyrstu Nei, við hlæjum nú ekki á honum. Kjeldan einn af okkar fyrstu bakhjörlum. Já. Og óskum honum velfarnaðar í þessu starfi. Og Kitty í rauninni, hann tók svolítið slaginn fyrir okkur að koma inn, sko. Hvað segirðu? Ég veit að það er búið að vera mikið landsbyrna að halda okkur allan enn tíma. Kitty hefur bara eins með kjaft og klóm. Hann með kjaft og klóm, sko. Og lensarinn er honum innan handar. Já, sjálfsögðu. En þeir eru að vinna stórkostlega sigra þarna inn í Kóða. Ekki spurning, og það er nú spennandi tíma framöndan þarna. Komum nánar inn að það seinna. Spurning hvort við gerum þess að menn bara launþega vikunar eða? Já, við reyndar þyrftum að fara að gera það. Ertu með eitthvað annan? Já, við erum með launþega vikunar. Það er nóg að velja úr hérna, sko. Ætlaði að vera mútur ef að Kitty fengi launþega vikunar eða? Telst það sem mútur? Það gæti verið litið á þessu. Grásvæði, það er gegn siðferðis yfirlýsingu Kóða. Og mannréttindum og öllu þessu. Þið gekk hambúrgara frá stuðningsaðilum. Akkurat. Herðu, ok, áfram með þetta. Herðu, næsta frétt, nú er Solid Clouds að ráðast í lokað hlutafjárútboð. Já. Og er að reyna að sækja alltaf 400 milljónir króna en áskilur sér þann rétt að hækka upphæðinu upp í 600 milljónir. Hvað þýðir það? Og þetta er náttúrulega áhugavert í ljósið þess að við fórum, ég segi við, ég náttúrulega keypti. Þú keyptir? Á sínum tíma. Og við hittu það í sumar? Vissulega. Og þau fóru í 2,3 miljard króna útboð 2021. Já, það var svona mikið. Nei, sorry, ekki 2,3 725
Þá væri þetta var allir byrjun eins og ketti sko. Já, markasverð fyrirtækisins var í rauninni 2,3 miljardar þarna eftir það. Sóttu sér 725 milljónir fyrir 2 árum. Þannig að nú áhugavert að sjá að þeir að leita allt upp að 600 milljónum í útboði og ég náttúrulega spurði þá hérna við borðið á sín tíma hvort að það væri hérna fyrirhugað að auka hlutafé og það var nú fátt svör þá og það var greinlega verið að kokka eitthvað upp. Þannig að hérna ég held að það sé bara verið að brýna exina og já, klálega, þetta fyrir markasherferð. Ég peppar að koma inn núna heldur en ég var á þeim tíma sko. Hvað segirðu? Ég peppar að koma inn í þetta útboð þegar maður veit að varan fullmótuð og þú þarf bara að keyra stað versus það þegar þú ert ennþá að púsla gírónum í girkassan og öll svo vinna sem hefur átt sér stað. Þetta sko, þau eru náttúrulega að fara að fjármagna hérna einhverja markasherferð og 400 mils maður til 600 Starborn Frontiers allt bara í hérna bylgjuna besta tíma, síðdeis útvarpið og eitthvað. Hvað sagðirðu? Alltaf farið bara allt budget í bylgjuna. Nei, þetta nú náttúrulega mannst að þeir sýndu okkur þarna auðlýsingarna. Ég veit. Ef skipið skáhallandi og það kona, þá það meira engaging auðlýsing sko. Nei, skipið var meira en konan, manstu? Já, þú veist, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var sko. Nei. En ég allavega held með þeim, þú veist, maður hluthafi. Þannig að hérna en hvað þá verið að þinna þig? Ertu með það? Þú ert náttúrulega niður ekki nákvæmlega í prósentum, en þú veist, það hefur verið að auka hlutafé 600 milljónir og hérna á markasvirði, ég er ekki með þetta fyrir fram. Nei, ger ekki hvað markasvirði en flott hjá þeim, ég vona að þetta gangi vel. Þetta var lokað útboð líka. Já, þetta er á genginu 7. Þeir eru að gera sama á Íslandsbanki, gerði það ekki? Var það ekki lokað útboð svona til sérvælina? Þú vona engir hausar fjúki í þetta skiptið. En þetta er áhugavert, á genginu 7 markasvirði núna 6,65. Nú, það er tækifæri. Það hefur verið að skjóta þarna yfir. Já, nei, ekki með delusionið. Ok, kannski er ekki tækifæri. En við allavega, við fylgjumst með þessu. Það eru fleiri fréttir auðvitað. Mér finnst áhugavert að sjá, sko, nú eru líparnir líparnir farnir að, sko, það er einhvers konar hérna sameiningar blikur á lofti. Sameina lífeyrissjóði? Já, svona með hvað var það erlenda sjóði. Gunnar var að Seðlabanka stjóri fjármála stöðuleika. Man laði til að fundi landsamtaka lífeyrissjóðana að sameina ætti allar erlendar fjárfestingar lífeyrissjóðana og þú veist, með þessu fyrirkomulagi eru þau vantilega að ná einhverjum betri kjörum á, þú veist, erlendri grundu heldur en einstakir sjóðir og þetta sko, við erum með erlendar eignir lífeyrissjóðana voru í júní 2528 miljardar króna 2528 miljardar króna og það er 36% af heildar eignum lífeyrissjóðana og það er náttúrulega nú eru þau bara að fara að auka vægi þessa erlendu fjárfestinga og þau eru búin að gefa það út allavega flestir eru að það sé vilji til að auka vægi þessara fjárfestinga og þú veist, þetta er auðvitað áhugavert að sjá líbana íslensku taka höndum saman í þessu en maður velti því fyrir sér sko hvernig áhrif þetta mun hafa á íslenska markaðin þegar þau eru að fara að auka erlenda eignarsamni segi þú veist hvort það fari ekki allt í bál og brand hér sko það er náttúrulega eins og við rættum í hvað var að síðasta þetta þar síðasta lífeyrissjóðir eru talsvert þungir á íslensku markaði sko þau beita sér þannig að en hvað, eru þau ekki bara þá að fara að taka á móti sem kerisins-dollurum sem er að vera að býða þeirra rigni hérna inn í hagkerfið svo er það, skilur hvort að þau séu að fara að draga saman seglin hér veit ég ekki en þau eiga vissulega inni einhverja greiðslu fyrir kerisis og hvort að planið sé að ráðstafa þeim fengi erlendis, veit ég ekki það verður bara spennandi að sjá en þetta var lokaðu fundur og Gunnar hann hafnaði öllum viðtölum og öllu fyrir þetta þannig að þú veist, það er einhverja viðræður á grunnstíi greinlega það var áhugavert að sjá og ég held að þetta sé algjörlega við hefum ekki séð þetta áður að lífeyrissjóð þetta púli bara inn allir íslensku í eitthvað eitt búið til einhvern svona lítinn kartel hendum samt engi sprettin á þetta sko We are the pension cartel of Iceland We're here to fuck you up kartel
áhugavert. Þetta engar uppæðir í stóra samhenginu sko. Nei, allir þetta sé ekki bara klókart sem þau geta gert. Þú veist, ég myndi halda það, bara svona einhverju aukin hagræðing sko. En þá náttúrulega Mætti ekki bara geta þetta heima fyrir líka? Er engin samkeppni einhvern veginn, þetta minnkar samkeppni, auðvitað. Þú veist að þeir fá ekki að ráða hvað þeir sitja í, þetta antalega bara einhver nefnd sem stýrir þessu. Já, bara eitthvað inn í kartelin. Svo hefur bara einhver babló þar. Babló. En já, svo erum við með skal ég þér segja, já, það eru auðvitað mikið ársendingafréttum að berast núna. Já. Og Gerður vinkona okkar hjá Blöss, hún var að greiða sér út 45 milljónir króna í arð. Og þetta náttúrulega, sko, þetta er peningamaskína, sko. Nú eru þau náttúrulega búin að bæta við drykk inn í þetta. Já, mist. Mjög góður. Já. En það er frá Ölgerinu, ekki? Já, en hún náttúrulega væntanlega rúlar á einhverjum. Ætlum hún sé að taka royalties? Hvort það sé inn í fyrirtæki, ég veit ekki. Eða bara á henni persónulega. Já. Ég þekki ekki. Séðill, bara beint í umslag. Já. Andri, umslag. En og þetta er í rauninni stórkostlegt. Það er óráðstafað inn í félaginu fyrir 200 milljónir. Hvað er þetta arðgreiðslu hlutfall, cirka? 45 milljónir af hagnaði. Já. Hagnaður var 92 milljónir, þannig að við erum svona í kringum 50%. Já. Hagnaðar, arðgreiðslu hlutfall. Mjög gott. Bara 50% átt. Hvar kaupi ég, spyr ég. Fínasta yield. Ferði ekki bara á Ali, ekki segur. Já, svo það, fara bara í samkeppni. Bara eitthvað brand, Addis Pleasure. Kaupir eitthvað á Ali. Addis Pleasure og stofnar. Er ekki rush.is laust? Já, örugglega. Nei, rush, er það ekki gamla grammi á áttunni, farið að auðlýsa Addis Pleasure? Já, við eigum það reyndar ennþá. Já, þarf ekki að breyta því bara í Addis Pleasure. Ef einhver vill kaupa samfélagsmiðla áttunar, fleiri þúsundir fylgjenda, þá bara heyrðið mér. Já. Herðu, svo er að Sven sumleiðis, þau að selja nikotínpúða fyrir næstu 1,2 milljarða. Herðu, hvað myndur þú selja áttuna á? Samfélagsmiðla? Já. Hvað, viltu að ég bara bombið hérna fram? Já, við vorum í viðræðum fyrir einhver 100 kalla, sko. Já, myndir þið selja á 100? Nei. 150? Ég held þetta sé alveg 15.000 fylgjendur eða eitthvað á Instagram, Facebook, örgulega 30.000 kringum. Hvað mikið hafið þið keypt? Ekkert, ekki keyptu, það er eitthvað rugglaður. Það sem við gerðum eins og við keyptum auglýsingar á bara, þú veist, færslur. Það er bara, þú getur ekkert verið organik á Facebook eða Instagram. Já, upp á posts og svona. En það var nú ekki hátt hlutfall, sko. En aftur að, bara back to the basics, hvað er þetta? 300 skall eða? Já, það er alveg hægt að skoða það. Myndið þið taka 300? Já, það er hægt að skoða. Hefur umboð til að... Ég er náttúrulega ekki einn í forsvari, en ég var vissulega fjármálastjóri og... Ég nefnilega sko, ef þið eru til á 300 þá er ég að pælja hópfjármagna og breyta síðan í Addis Pleasure. Það væri peningana virði þetta. Þá myndi ég fara fram og fá þessa greiðslu einn. Hennar 300 kall? Fyrir samfélagsmiðlum. Þú voru bara að splitta því. En já, Svens 1,2 milljarðar í tekjur, voru að hagnast rúmar 65 milljónir króna. Svo er önnur frétt sem er ekki eins góð, en það var Stundin og ja, það er rauninni heimildin. Já. Hvar er þetta hérna? Var ekki tap? Hvað segirðu? Var ekki eitthvað tap þar? Jú, það var bullandi tap, sko. Og hérna er þetta er í rauninni 50 milljónir samanlagt, sko. 2023 náttúrulega sameinuðust þessi tvö félag, Stundin og Kjarninn. En þau töpuðu samtals í sittkórlagi 51 miljón króna eftir skatta 2022, eftir skatta bara töpuðu það og maður velti því fyrir sér sko hvernig þetta raunverulega gengur því að þetta er bara síðustu ár, það er einna graf inn á viðskiptablaðinu sko. Kjarninn er búin að tapa sko 99 miljónum samtals frá 2013, Stundin 62 miljónum. Nú, ég held að Stundin hefði verið bara á núlli. Nei, þeir náttúrulega hafa verið að hagnuðust innan 2019, 2020 þar á undan töpuður 16 miljónum. Við höfum aldrei tekið fjölmiðil eða það? Nei, en það er klálega á planinu. Við tókum þessa fjölmiðla styrki og það en við höfum alveg eftir að taka nú er gaman, nú er aftur komið afsættingarsísón, nú fyrir við bara hendin hugmyndum. Við getum gert nákvæmlega það sem við viljum. Hvað ætli væri skemmtilegast að taka? Viðskiptablaðið eða Mokkan? Já, Stundina?
DFF líka, þú veist, það líka hægt að böndla þessu saman sko. Heyrðu, tökum fréttablaðið og það fór á hausinn. Svo getum við verið bara með, þú veist, tökum fréttablaðið, það næst. Við getum verið með 2-3 þætti og tekið 1 eða 2 fjölmiðla bara í sitt hvorum, skilur. Það hægt að gera það tökum. Bændablaðið. Nei. Hún vinkona okkar ritstjórinn. Engan á því. Jú, tökum bændablaðið. Aha. Hvað eru þau að tapa? Ekki krónu. Við skulum bara kíkja á það. Við skulum kíkja á það. Herðu, við eigum það inni, áfram með þetta. Herðu, já, fullt af fleiri fréttum, en það sko eitt hérna í þessu sem ég langar að... Ég sá frétt hérna, Novo Nordisk, orðið verðmætasta fyrirtæki í Evrópu. Og eins og ég hef nú rætt áður og viðrað áhyggjum mínar yfir að Evrópa á undir höggja sækja, svona í nýsköpun og þú veist, bara í fyrirtækjum almennt. Þetta að rýrna. Svo viðreist það. Já, og við þurfum að leita sko alveg vel niður listan yfir stærstu fyrirtæki heims til að finna evrópskt fyrirtæki. Já. Nánar tiltekið 16. sæti. Þú vilt meina að hnignun Evrópu sem heimsveldis sé raunveruleg? Já, það er það. Og bæði í mannfjölda og bara bara í hvað sem bara í hagsæld, skilur. Já. Þú veist, það er bara staðurinn. Og þetta í 16. sæti, sem sagt Novo Nordisk og í heiminum þá. Já, og þegar ég segi stærstu fyrirtæki í heiminum þá ég með að við sko markaðsvirði. Og og þar situr Novo Nordisk í 16. sæti sem danskt lyfjafyrirtæki, 100 ára gamalt. Þetta líklega þekktast fyrir framleiðslu á insulínlyfinu Ozempic. Já, svona, já. Og ég fór í smá rannsóknarvinnu og þetta er sem sagt sykursýkislyf. Og sala á lyfinu jókst 77% á milli 2022 og 2021. Og þetta er þeirra stærsta vara og hún telur 33,8% af heildartekjum fyrirtækisins. Og þetta eru sturlaðar tölur. Þetta er samt ekki varan sem að frægafólk er að nota núna, það? Nei, hvað heitir hún? Það heitir eitthvað Ósim eitthvað. Er það þetta? Nei, það er annað. Þetta er sykursýkislíf. Hitt er held ég var sykursýkislíf en þau spottuðu að þetta var alltaf þyngdartap. Þekki það ekki. Við þurfum að finna frægafólki. Þú kannski googlaði á meðan en ég man bara þyngdartap eða eitthvað að Já, ég er búin að heyra menn tala þetta. Já. Ok, haltu áfram, sorry. Já, en bara fyrirtæki Novo Nordisk velti 25 milljörðum bandaríkjadollara árið 2022. Þannig að þetta er í rauninni 8,5 milljarður bandaríkjadollara sem þau eru að raka inn á þessu lyfi. Og spáin fyrir þetta er alveg svakaleg sko. Það er búist við 12,5 milljörðum bandaríkjadollara núna í ár 2023 og 17 milljörðum bandaríkjadollara 2029. Já. Og þú veist maður veltir því bara fyrir sér hvað þetta er mikið bara svona, þú veist, þetta er Fugazi, skilur, þú veist, sykursýki, þetta er væntanlega mikið út af sykursýki 2, sykursýki 1 er eitthvað meðfætt og það er alltaf eitthvað x-hlutfall sem hefur verið með sykursýki 1 í gennum tíðina, bara frá öráfi aldar, sko. En núna í dag, þetta er svo mikið, þú veist, sykursýki 2, fólk, og þetta má rekja bara til lífstíls. Já. Þú veist, þetta bara helst í hendur vöxturinn af þessu við slæma lífstíl, skilur, það sem við erum að setja ofan í okkur, sko. Þetta er í rauninni bara eitthvað svona... Ég held ég að fundi þetta er Ozempic. Það er það sem að ríka fræga fólk gera nota, sem er eitthvað svona upprunlega eitthvað tengt insulíni og sykursýki og eitthvað, en er í dag að verða bara fyrir fólk sem að vil missa þyngd. Helvíti, rætt. Það er áhugavert að hugsa út í það bara, skilur, þú veist, þetta hagkerfi, þetta er bara hliðarhagkerfi, skilur, hér ertu með matvæla iðnaðinn, skilur, sem er að gera fólk sykursjúkt og þau framleiða lyf bara til að fólk geti lifað, skilur. Þetta er svo magnað að spá í þessu, sko. Sko, Novo Nordisk, þetta var, þegar ég var í BI í Noregi, þetta er svona alfyrirtæki sem þú vilt sækjum og komast í, hvað heitir þetta, executive program, eftir að útskrifast og svona. Já, þetta er náttúrulega danskt fyrirtæki. Já, eða þú veist bara öll Norðurlöndin vildu sækjum, þetta er svona stærsti, kemur á öll svona expo og hvað heitir þetta aftur, svona eins og framadaga og það. Já. Og þá man ég að Danirnir og Norrmennirnir voru alltaf svo heiti fyrir þessu og til að Kína var að stækka svo hratt. Já. Og þau sögðu alltaf sko, við erum með besta sykursýkislíf í heiminum, erum með eitthvað presens í Kína og eru bara að bíða eftir að Kínverjar að byrja að fitna. Það var bettið, sko. Já, það er málið að, þú veist, vestrænt lífstíl er en ég er svefnlaus í dag því ég keypti ekki neitt. Ég segi bara, Danir, Normenn.
Hlust ekki á þetta. En þetta svo, þú veist, þau eru basically Ég fyrir bara langur í Arjón og þau eru að græða sjóa og hvað þetta allt heitir hérna heima. Þau eru að græða bara á offitu og hérna sykursýki, að fólk sé að tróða þessum mat onni sig, sko. Já. Sem er áhugavert og þú veist, bara klappa á bakið til þeirra, þau eru náttúrulega að gera heiminn á betri stað, en það er kannski, má rekja þetta aðalega til matvælaframleiðanda. Þú veist, þetta aukna hlutfall af sykursýki. Já, samanlega. En sko Novo Nordisk er metið á 428 miljard bandaríkjadólara eins og staðan er í dag. Svo stutt og eftir kemur Bernard Arnault, vinnur okkar, hérna á LVMH. House of Everything. Já, House of Everything, Louis Vuitton og Moet og Hennessy og eitthvað fleira. Það kemur í 18. sæti, bara rétt á eftir og það fyrirtæki metið á 418 miljardi dollara. Svo er það svissneska fyrirtæki Nestle og það er í 29. sæti, þriðja stærsta evrópska fyrirtækið. Og þú veist, mér finnst þetta mikið áhyggjuefni. Það er ekki nema sko 10 evrópsk fyrirtæki á top 50. Þannig að það er ljóst að Evrópa er að síga aftur úr. Bretar með allt lóðrétt niður sig, Shell, það er þeirra stærsta fyrirtæki, 47. sæti, metið á 211 miljardar bandaríkjadólara. Þú veist, Shell, það er stærsta breska fyrirtæki. Ég trú að það var í BP, British Petroleum. Það er ekki á lista, en hérna, AstraZeneca kemur vissulega mjög fljótt þarna á eftir. En þeir eru þýskir ekki? Hvað, hver er? AstraZeneca? Nei, breskir, það er brest. Og svo er náttúrulega mannfjölda, honum hefur verið að fækka síðust 2 ár. Og hvað segir við þessu? Erum við Evrópubúar, erum við að verða of liberal? Þetta er bara löngudautt. Er þetta bara allir með öllum og bara, þú getur bara verið hver sem er og... Löngudautt, heyrðu, sett á hérna happy birthday Mr. President. Já, ætlum við að hendi í það núna. Við verðum að taka buffet. Við förum í launþega vikunar á þetta. Ég var búin að velja einn hérna. Ok, skjóðu. Launþegi vikunar, eins og þið þekki kæru hlustendur, þá erum við með tilnefningaskjal inn á Deep Into Bingjan Facebook-hópnum okkar og það var tilnefndur hérna, sko, þetta er annar skattalögfræðingurinn. Nei. Það var vissulega hérna Margrét Sigurðardóttir hjá PFC hérna daginn. Magga sig. En nú er annar, vissulega kemur hann úr The Big Four og það er KPMG. Já. Það er Ævar Hrafn Ingólfsson. Ok. Og hann er sagt, sérstaklega gáfaður og hæfileikaríkur skattalögfræðingur hjá KPMG stendur vaktina dag sem nótt og alltaf reiðubúinn að redda mönnum. Sigur. Helvíti sigur. Ævar Hrafn Ingólfsson, þú hefur tryggt þér, já, fyrst og fremst nafnbótina launþegi vikunar hjá Pinginu, til hamingju með það. En sömulegis máltíð fyrir 2 á Júsú. Já. Hún mátt endilega senda á pingjan@pingjan.is og claima þennan vinning. Akkurat. Og að því sögðu þá þökkum við Júsú burgerum að sjálfsögðu kærlega fyrir samstarfið. Eru út allan bæ, nánast bara í hverju og einni mathöll, nú reyndar ekki alveg rétt, en vissulega Borg 29, Pósthús mathöll, Kúmen, svo eru þau vissulega í Gróðurhúsin í Hveragerði og í Garðabæn, það er þinn uppáhaldsstaður. Það er minn uppáhalds. Já, og hvetjum ykkur líka til að kynna ykkur nettilboðin hjá þeim. Og það eru sömulegis þriðjudagstilboð alltaf líka. En nettilboðin geta verið ansi hagkvæm fyrir fjölskylduna. Það er verðbólgutips. Já, það er alveg verðbólgutips að kíkja inn á Júsú á nettilboðin þar. Herðu, þakkum þeim fyrir. Nú, þú ert með buffet í boði. Sett á hérna Happy Birthday Mr. President. Já, Happy Birthday Mr. President. Er það ekki svona sexy laga? Já. Sko, Warren Buffet. Happy Birthday Mr. President, Marilyn Monroe. Mr. President, Marilyn Monroe. Þetta það? Ég held það. Já. Hann er okkar forseti, sko. Já. Það er svakalegt að fara til Omaha, maður. Já, Warren Edward Buffet. Fæddur hérna. Birthday to you. Þetta er svo kátt. Þetta er frá okkur til þín. Happy birthday to you. Já. Akkur er fólk að hlæja. Nei, þetta er bara kliður. Já. Það þengi það. Herðu, Warren Edward Buffett Buffet. Fæddur 30. ágúst 1930 í Omaha. Hvar á að fokkin byrja? Herðu, ég veit hvað við byrjum. Já.
á Jómfrúnni. Ég held að buffet, ef hann kemur til Íslands, það færi 100%. beint á Jómfrúnna. Það er bara eins og tala út mínum eigin munni. Þetta er vanafastasti maður sem að til sögu fara af. Já. Hann tekur eina cherry coke á dag, hann les 500 blaðsíður á dag Já. og hann fer á fucking Jómfrúnna. Hann myndi sittast á Jómfrúnna. Hann fæst sér rauðsprettu og rækjur Já. og raðar því í sig. Svo fer hann heim að græða peninga eins og flestir aðrir braskarar hér á landi. Miðlarar, flestir aðrir sem fara á tengdamæður. Jómfrúnna líka. Já. Ef þú vilt vera í auðmanna félagskap þá kíkjur á Jómfrúnna og við viljum að sjálfsögðu minna á að vera búin að gera ráðstafanir fyrir jólin. Já, að gera. Bara huga að því að kíkja á hlaðborðið. Ég er líka heldur góður, ég er að fara í veiði núna. Já. Og ég er svona, mér líður best með það að ég er búinn að panta á Jómfrúnna. Þannig ég þarf ekki að gera það eða gengur illa veiða. Og gerði það í veiðinni. Það er svo margir aðrir sem eigið inni. Þannig að síðustu veðrarins. Það er á leiðinni í þessa síðustu veiðar muniði að panta. Já. Í veiðinni á Jómfrúnna. Það var það buffet. Fyrir samstarfið. Give it to me buffet. Buffet. Sko, hann er eitt ríkasti maður í heimi. Þú má kannski fletta því upp hvað hann er stattur í dag. Ég held að sem er networth 120 B. Fyrsta braskið, svo nótið hefur spyrjum alltaf alla því hvenær byrjaði í þessu, var að hann var byrjað að selja tyggjó og góstrykki bara undir 10 ára. Hvað sagðir þú? 121? Ég sagði 120 B. 121 B. Já. Hann er mjög ungur byrjar að selja tyggjó, góstrykki og fleira. 7. ríkasti maður heims í dag. Já, og það fylgir hérna sögunni sko að þegar hann var 14 ára þá skilaði hann fyrst inn skattframtali út af því að hann vildi láta draga frá skatni sem þess kostnaðina hjólinu sínu sem hann notaði til þess að hann var að expensa hjóli sem hann notaði til að skuttla öllum vörunum. Hann var fljótur í bókastleinum. Já, þannig að, þú veist, ég held að krakkar sem er eitthvað að brask í dag kaupir sér kannski hjól, átta sig ekki á því að það er frádráttabært út af því að það var nýtt í atvinnurekstur hjá honum sko. En þetta var alltaf door-to-door delivery. Annað dæmi, og þetta er sko áður en hann er orðin held ég 16 ára að hann og vinur hans kaupa sér svona pinball machine. Hvað íslenska orðið við það? Einhvern lítinn spilakassa bara. Þú skýtur svona kúlu upp. Já, og fá að, þetta er sko, við erum að tala bara upp á 1940 sko, bara kringu seinna stríð. Þeir fá að koma þessu fyrir á rakarastofu í Omaha og það gekk svo vel að áður en við vita er konum með svo gott cashflow að þeir eru farin að kaupa bara pinball machines og koma fyrir á fleiri stöðum. Endar á því að þeir selja þennan rekstur á $1,200 og þetta er áður en hann fer í háskóla. Svo fer hann í háskólan í Nebraska, University of Nebraska. Við erum að tala um $1,200 bara á nafnverði þá, eða ekki? 1950. Er ekki einhver hérna inflation calculator? Taktu það út hvað þetta er. Sko, hann er ekki frásöfum færandi. Hann fer í skóla, klárar hérna University of Nebraska 19 ára, sýndist mér. Vildi fara að vinna en pappans hendur honum í master í hagfræði í Columbia. Hann komst ekki inn í Harvard, pappans hvetur hann til að fara í master. Hann kemst ekki inn í Harvard, tekur master í hagfræði í Columbia og því hann vissi af einum prófessor þar sem var svona gúrúið hans. Benjamin okkur Graham sem samti bókina The Intelligent Investor sem er bara alltaf þegar kemur þráður einhvers staðar. Mér langar að byrja að kaupa hlutabréf, hvað mælið þú með? En fólk talar að hún sé bara ekki relevant í dag sko. Nú? Þessi bók. Ok, ég hef ekki heyrt það. Já, ég á eftir að lesa hana. Prinsipin er alveg sömu. Já, þú veist, við erum að tala bara dreift eignasafn og þetta, þú veist. Já, mér minnir að hann hafa aldrei átt í meira en 20 bréfum einu eða eitthvað. Eða 30, svo var hann alltaf að rebalansa. En þú veist, í grunninn er hann bara $1,200 eru andurinn 15.000 áraun verið í dag. Dollara. Já, $15.000. Hugsa ykkur. Bara sem pjakkur. Það er bara 2 kúlur. En hérna í grunninn er hann bara svona það sem er kallað faðir virðis fjárfestingar. Það er að segja að þú reynir að finna hlutabréf sem eru vanmetin út frá bókum eða sjóstreymi eða verðið sé ekki að endurspegla rétt virði bréfana sem er kannski, getur við tekið eitthvað íslenskt dæmi, hvað myndur þú segja buffet fær í? Með hvað þá? Eitthvað svona sem er vanmetið hérna í Ísland, ég veit ekki. Æslandir, kannski? Æsir? Það held ég ekki. Varstu ekki búin að heyra Var hann ekki náttúrulega? Núna eru flugfreyjurnar, flugvirkjarnir að fara að fá launa eitthvað sína. God damn. Við sjáum til. Já, það er þetta. Heyrðu, hann vann stuttlega fyrir pappa sinn sem miðlari þegar hann útskrifast áður en hann stofnar The Buffet Partnership, 26 ára. Á þeim tíma var hann búin að bjóðast til þess að vinna frítt fyrir Benjamin Graham sem neitaði honum og sagði að hann ætti að fara aftur til Omaha og fá sér reynslu að því að gera eitthvað sjálfur.
þar meðan hann að byggja sig upp sem miðlari tekur hann að sér að kenna kúrs og það kom hann alltaf jafn mikið óvart að hann var bara 26 ára en að allir sem voru hjá honum voru yfir 50 sko. Og hann bara svona áttaði sig á því ok, ég greinilega orðin aðeins betri í sem flestir en eitt hérna áhugavert á þessum tíma kaupir hann bensínstöð sem floppaði algjörlega. Var það fyrsta svona stóra? Já, í rauninni sko eftir að hann útskrifast og stofnar Buffett Partnership sem átti að vera miðlun að þetta floppaði, maður hefur nú ekki heyrt af mörgum floppum Nei. og það kom nú svo sem ekkert fram. Það náttúrulega, hann hefur auðvitað gefið það út að sko, náttúrulega fæstar fjárfestingarnar hans hafa skilað árangri en þessar fáu skila stórkostlegum árangri. Já, hann hefur nú ekki sagt að fæstar skili árangri. Já, þú veist, en það náttúrulega bara þekkt hjá þessum stóru gaurum, skilur við? Já, ég held að hann hafi samt ekki sagt að fæstar. Nei, kannski ekki fæstar. En hann á helviti mörg hitt sem að hafa keyrt hann upp og ég tek það í lokin. En sko, í Buffett Partnership, hann byrjar þetta þannig að hann að stýra pening fyrir vini og vandamenn með þessa áherslu á virðist fjárfestingar. Það svo 1959 sem hann kynnist Charlie Munger sem var all in á þeim tíma í einhvers konar partnership. Já, 69, þarna sko... Hann 29 ára. Já. Nei, 39 ára segi. Já. Það er alveg seint sem þeir kynnast, Já, en hérna, hann á þessum tíma með einhverja strategi að stofna partnership. Hann segir bara, finna einhverja vinahópa, segir, heyrðu, ef við tökum allir saman penning og höfum 1 milljón til að treyta og getum við keypt þessar 6 blokkir eða eitthvað sem hann gerði. Svo fór hann til einhvers læknis og læknirinn sagði öllum læknavinnum sínum og það var hann komið með $10,000 frá hverjum og kom með 1,4. Á endanum merger hann þessum 7 partnership saman og nær að fá $7 milljónir í kapital og þetta í fyrsta skipt sem að hann verður metin á $1 milljón því að hann átti 1 milljón af þessu. Og hvað hann gamall þarna, sagður? Þetta sýnist mér 59 því að 3 ára setna, 1962, þá kaupir hann fyrst textílverksmiðjuna Berkshire Hathaway. 29, hann jafn gamall ég þegar hann orðin 1M. Já. Sem vissulega... Já, heyrðu, ég sagði 69 áðan þegar við sögum 39. Hann kynnist Charlie Munger 29 ára. Já, 29. Það ruglið. Sko, 62, Berkshire Hathaway, textílverksmiðja í rekstravanda. Á 8 árum þá nær hann að gerast aðaleigandinn, hann heldur áfram að kaupa hluti og notar cashflowið af rekstrinum sem hann sér fyrir sér að muni ekki verða endalaust því að hann bara veit að þetta að fara á hausinn og byrjar að fjárfesta í tryggingafélögum og breyta þess í fjárfestingafélag. Þannig að það eru margir sem vita ekki það að þetta var upprunalega textílverksmiðja og ég held að sé 71 sem hann selur síðasta partinn af sem sagt upprunalegu fjárfestingunni sem var ég veit ekki, bara einhver prjónaverksmiðja eða hvað textíl, það nú ansi vítt. Já, bara, þú veist, já, eitthvað þannig. Sko, ef við tökum aðeins hvernig balli byrjar, það er alltaf tekin sagan af Geico sem í einkaeigu Berkshire Hathaway, tryggingafélag, mjög fyrirferðar mikið í Bandaríkjunum, Wells Fargo, Coke og fleiru. Coke náttúrulega, já, örugglega svona víðasta, þú veist, það er alltaf talað Coke, fjárfestinguna hans í Coke. Já, en það ekki fyrir upp úr 1990. Þannig að núna 1972 þá kaupir hann í See's Candies sem hann á ennþá í dag sælgætisframleiðandi með mjög sterk vörumerki og mikið pricing power og hann sá það bara, það skipti engu máli hvernig efnaðurinn var þeir hækkuðu alltaf verðin og þeir seldu alltaf jafn mikið og meira þannig að hann keypti því, á ennþá í því og það er bara ennþá sama stratja, sömu vörumerki hækka bara verðin árlega og reykur sér sjálft 77 kaupir hann í Buffalo Evening News og ég tók það nú allir alveg investors verða nú eiga 1 fjölmiðil þannig að Buffalo Evening News já, hvað er það í dag? Ég held að sé búin að divesta eða selja en þetta var mjög arðbær fjárfesting fram til 2000 því að staðarmiðlar á þessum tíma voru eiginlega eina leiðin fyrir auglýsingar og náttúrulega cable og það var eitthvað cable inn í þessu sko það eru marga góða sögur dæmaði hvað var klókar að lesa reikninga en svo ein skemmtileg staðarniðina 1967 veistu hvað? Nei. Fyrsta og eina skipti sem hann greitt út arð 10 cent hann nota bara stock buybacks já þú mátt fact-checka þetta ég glemt en bara samkvæmt greininni þá stóða út því að hann alltaf með stock buybacks sko hvað er steikið hans í Berkshire? Ekki hugmynd ekki hugmynd steik verðum að skrifa bara Berkshire Hathaway dividends herru, nú ætla ég að taka frá 2000
og tala frábærustu fjárfestinguna hans frá upphafi. Hann á 15,6% í dag. Og því ég sá... Hann er 31,5% af voting rights. Já, segur. Hvað er möngurinn á móti? 31? Ég sé það ekki. Þeir eru með 60%. Pottet. Sko, ég sá 2 mynda vídeo sem sýnir stærstu eignir hans hlutfallslega síðustu 20 ár. 2000, viltu giska það? Hvað segirðu? Þú ert búin að segja, Coke. Já. Coke var 30% eignarsamn hans fyrir 23 árum. Svo er Amex, American Express, 20%. Genpact, sem að ég veit ekki hvað er í dag, og Wells Fargo, 8,7. Hraðspólum, 10 árum setna. Coke er ennþá stærsta eignin hans 2010, 21,6% af portfóljónu og þá er ekki þar með sagt að hann hafi verið að selja sig niður heldur virði bréfana annara eigna búið að stækka á sama tíma og þarna til dæmis er Wells Fargo orðið 18%, næst stærsta eign Amex er komið í 3. og svo Procter & Gamble 10%. Þetta er áhugavert sko, ég er með lista þetta fyrir fram mig svona af hans stærstu eftirsjá. Já, má ég klára hérna? Já, betur, ef hann hefði keypt sko í Amazon því að hann segist hafa verið talsmaður þess bara frá upphafi nánast sko en hafi aldrei fengið sig í að fjárfesta í því hann skildi ekki þú veist, hann skildi ekki alveg reksturinn sko sem er áhugavert sko, ef hann hefði verið early í Amazon sko, þú veist, hann er góður en já, halda áfram 2015 þá er Wells Fargo stærst 24% sem er banki Coke í öðru, IBM í 3. og Amex í 4. Ef þú sér þarna á 15 árum og Wells, Coke og Amex þetta eru 3 stærstu eignirna hans selur aldrei og þetta stækkar rauninni bara með eignarsamninu þannig að hann var ekkert mikið að svinga inn og út það er bara reglan hjá honum, aldrei að selja hann gerir það samt herðu, svo hérna til að klára síðast treytið 2020 þá gerist það að Apple er orðið 34,8% eign Bank of America 11% Coke og Amex þar á eftir sko, ég nenni ekki meira, ég nenni ekki að taka fleiri ár Apple sagður hvað mörg prosent? 34,8 2020 Í dag, og það er það sem ég ætla að tala sem er talað að sé besta fjárfesting Buffett frá upphafi, það er Apple og hann byrjar að kaupa einhverju viti 2016 Já, veist, og samt svona seint sko. Já, þá, fyrir $1 miljard það sem gerist eins og er að bréfin fara úr $25 og standa í $189 heldur síðasta föstudag 650% aukning sem gerir það að verkum að Apple er í dag 48% af öllum hlutabréfaeignum hjá honum þetta er orðið hærra hlutfall Sko, þarf hann ekki að fara þeir eiga óskráð félög líka á annað en með tilliti til profits í dollarum talið þá er talað með þetta sé einn arðbærasta fjárfesting sögunar hvað hann er búin að fá úr því að hafa fjárfest í Apple stundum tíma sko, svona lokum ég hef heyrt að Bill-vinur hans er pervert svo við ættum kannski ekkert að vera að tala um hann bara slúta þessu Jesus, en sko nei, djók, hann er frægur fyrir svo margt maður velti fyrir sér samt sko þegar Apple er svona stór hluti af eignasafninu hvort að menn fari ekki bara svona kerfisbundið að losa það sko ég veit ekki, hann hefur bara verið að kaupa já, hann talar fyrir dreifðu eignasafni og öðru skiluru þegar þú komið með hlut sem er orðin 50% af heildar eignasafni þú veist, þá ertu náttúrulega bara orðin nánast fyrirtækið þú veist, bara já, hann á náttúrulega ekki 50% í Apple nei, ég er að segja að það er 48% af eignasafninu já ég er að segja að þú veist þegar eitt hlutabrif er orðið nánast helmingur af sjóðnum þú veist, þá er sjóðurinn faktist bara nánast orðið fyrirtækið skilur það sveiflast það bara fattar við þannig að þú veist, jú, mögulega meikar að sens að selja sér niður að vera bara með eitt hlutabrif í rauninni sem er þú veist, eitt fyrirtæki sem að hann er samt það mikið upp að það er ekki það mikið risk að þótt þetta fara að falla að hann sé ekki að fara að fá fjárfestingunum tilbaka ég er bara að skoða þetta last change bara hann var upp 0,3% á einum degi núna á eignasafninu sínu, bara Warren Buffett sjálfur sko, en hann er náttúrulega þú veist, í rauninni Berkshire Hathaway er bara hans eina persónulega eign eða ekki, það er allt undir því $398 million maður velti fyrir sér bara hann svona sest með eitt bolla eða cherry coke morgunin við tölvu hvað ætli þetta hafi hækkað að lækka þetta það er bara $398 million ég held spá ekki til, hann er bara að lesa bækur það er bara nóg til að fjármagna sko innviði heils Afríkuríkis sko þetta eru svakalegar upphæðir sko. og year to date, þú veist 13,5 miljardir bandaríkjadólar 12,6% upp hann er rosalegur og hann náttúrulega er þekktur fyrir það að vera búin að þú veist, ég veit ekki hversu mörg ári í röð hann hefur náð misgóðum rönnum að outperforma S&P 500 sem er þessi stærsta vísitala hérna með 500 stærstu fyrirtæki bandaríkjana og hann á náttúrulega frægt veðmál við einhvern sem var með vísisjóð að yfir held ég 10-15 ára hvað getur maður sagt, bara tímaskeið þá ætti average investor S&P meðaltalið
mun vera hærra heldur en arðsemin af hrækkamasjónum eða hvað það var Já, og hann vann þetta bet já. frá hruni til 21 eða 22 Og það hefur sínt sig, ég held að yfir 10 ára tímabil er innan við 1% sem að ná að outperforma það sko. Já, akkurat Svo að þú veist 15 ár, 20 ár, það er bara nánast hverfandi sko. Já. En þetta er áhugavert Warren Buffett og ég segi að við stefnum á þetta Óma það ferðina Jakob sko. Mér langar að loka þess aðeins, ég er með hérna 12 kvót eftir hann Ég ætla nú ekki að lesa þau öll Nei, Ég nefndi ekki að þýða þau nei, Ég ætla að fara í smá leik Ég segja gott kvót og þú þýða það Er til okay. Do not take yearly results too seriously Instead focus on 4 or 5 year averages Já, þú veist, þetta segir sem bara sjálft Þýttu fyrir okkur Já, bara ekki vera fókus á hérna, árs ávistænir heldur bara Og alvarlega Já, eitthvað, skoðaðu 4-5 ár Já, meðaltal, frábært Þetta er skemmtilegt Þú fær svona Þetta er svo heimskulegt Sko, þess að tókum við pubquizin okkar Rule number 1 is never lose money Rule number 2 is never forget Rule number 1 Já Það klikkuðu margir á þessu Já, mjög margir Heyrðu, svo var ég með eina hérna lókum Númer 9 Bitcoin has no unique value at all Já Segðu það? Já, Daði verður ekki sátti með þetta Nei Þannig að hérna Já, það verður að koma Þú veist, sagan verður að leiða það bara í ljós Seinna mér Já Hvort hann hefði rétt fyrir sig þarna eða ekki Ég allast að það er stórkostlegu maður Og það er hægt að lesa svo margt um hann Já, besti fjárfæstir allra tíma Segja bækurnar Já, ég hugsa það Já, en herðu, ég held að það sé viðeigandi að hafa þetta í bóði Dominos Heyrðu, má ég segja eitt samt Sem er, já Góð fjárfesting Kaupa rafbíl í dag 1300.000 í sparnað Já Beintin á ösku Já Svo mæli ég líka með langtímalegunni Herðu, ekki spurning og sko, þú veist, þetta er raunverulegt að þú getur sparað alltaf 1320.000 með því að fara í ösku núna og kaupa rafbíl, við vitum hvað er að fara að gerast áramótin Við erum búin að vera að ræða þetta með skattaívilunir eftir áramót Ég var líka heldur heppin, ég fór á rafstefnum á tjáðum á Egilstöðum, síðustu ekki Já, þú gerði það? Það var út um allt land, þau eru með umbóðsæðala fyrir austan Já, þannig að ég var hérna, ég var látið blása á laugardeginum Varstu látið blása, já? Já, alltaf er Marko sér mig, þá sér hann þessi færi ekki keira nema hann er búin að blása Já, það er öryggið í fyrirrúmið þarna En það kom ekki sög, ég var með driver og við prófum Kia EV6, geggjaðu bíl Já, við hvetjum alla til að kíkja upp í ösku Herðu, já, eins og ég sagði með Dominos við þurfum að pay a tribute þau eru að fara frá okkur Já Í bili, allavega Síðasta brauðstöngin hefur verið étin Síðasta brauðstöngin hefur verið étin náttúrulega einn af okkar fyrstu samstagsæðalum Já, við erum þeim afskaplega þakklát Já, við erum það og þá er ekki úr vegi annað en að spyrja þig Yngvi hvað á fólk að fá sér helgina Já, ég legg til að þið kaupið ykkur bara sjálfpítsu og bakið hana heima Nei, ekkert svona Við tökum tribute, set á time to say goodbye Allir á Dominos Caliente, dóttir Já Það er svona mitt uppáhald þess dagana Já Annars hefur við verið að gefa fólkinu frí og leifa þeim bara hendi eina pepperoni verslu Það er auka ostur, hún er stórkostleg Og svo er náttúrulega alltaf hægt að hagræða og skoða tilbúðin á Dominos Það er alltaf ódýrara þar en á matseðli Það er ekki spurning Tvennu tilbúðið, þið munu aldrei gleyma þessu góður hálsar Svo er Sweet and Spicy á tríó-listanum þennan mánuð Þannig að því sögðu þá held ég að við förum nú bara svona að loka þessu í dag Og við skulum eiginlega bara segja að þessi þáttur hafi verið í boði Dominos Já Og við viljum sjá alla launþega á Dominos helgina Og alla launþega, auðþega og auðmenn Já Á áskrift á partus.is Pingjan næsta þriðjudag Já Ekki spurning Já, við erum að loka þessu bara í dag Ég ætla að geyma hennar fótbolta frétt Ég er með næstu viku sturlað efni í næsta föstudagsþátt Já Ég ætla að tala um kvikmyndir Já Og ég hef fótbolta Veistu hvernig kvikmyndir er það? Nei, ekki segja þetta Ég veit, þú vilt að ég taki erotík Ég er ekki að fara að taka erotík Hvernig þá? Viltu? Hryllingsmyndir Ok, herru Að loka þessu í dag, kæra þakkir Ási, Maggi, fleiri góður Takk fyrir samfylgdina Smell the pizza